Íslenska landsliðið handbolta með bakið upp í vegg eftir tap á móti Króatum á heilagasta degi ársins, sjálf á bóndadaginn, annað árið í röð. En ég geta komist aftur í bílstjórasætið með sigri á móti Svíum í dag. Epic, allar að fara yfir þetta allt saman. Teddy Ponsa hilsar ykkur með mér. The Big DNA Man. Hjörvar Hafleðarsson sem doktor handbol í dag. Er með mynda Ponsunni. Hann er systir mín. Hann er Ponsa. Vandamáli við gauðra sem fá sér gleru og seint. En þeir kunni ekki fá sér gleru. Það fá þetta svona Mark Cuban lesbian vibe. Ég er búin að vera með gleru í 20 ár, sko. Ég hef ekki séð þetta áður. Ég hef ekki séð þetta. En, er þetta endirinn á þróun? Er þetta bara fjöll og dalir í gleru? Ég var með eitthvað brandar hérna síðast, ég hef keypt þetta henni. Já. Þessi eru nú bara úr kólaportinu, sko. 2 og 5. Þetta er ekki aðveit. Svo er þessi. Svo er það fari í stærsta laxinn, landlaxinn sjálfan. Við ætlum að hafa þetta fælið í dag. Já. Laxinn restur út. Það er ekki bara að vera með einhverju trúða hérna. Já, en veistu hvað, það þarf líka að hætta að trúðast. Við erum komnir á alvarlegan stað í þessu móti. Mjög alvarlegan stað. Og þetta lið er einhvern veginn, það er búið að svíkja þjóðina sína. Já, við erum kannski líka á bóndadaginn. Já, en það er allir að vera sniðið núna. Vorum að ræða hérna á RÚV, þú veist, Óli er reyna að vera einhvern veginn svona faglegur og hinn er reyna að vera fyndir. Við erum að spila á Svíþjóð í dag og maður velti fyrir sér hversu oft höfum við unnið gestgjafa á svona stórmóti, hversu oft höfum við unnið liði sem er heimaðalli. Maður man auðvitað eftir leiknum 93 þegar að Svíarnir mættu þetta í smokkabúningunum þegar voru svona alveg bara svona límdir á það. Þetta var eitthvað svona það var nýtt, það var ekki hægt að tóa þessu við töfum fyrir Portugal held ég í Portugal. Já, við unnum Ungverja á þeirra heimaðalli 22. Hvar unnum við Dani? Það var í Malmö, en það var eiginlega heima. Já, það er bara viss, þú sérð Kaupmannahafnar. Það er miklu styttra frá, það varstu með hérna Kaupmannahafnar Danina, meðan að Jyllandsdanirnir í herning, sko. Þannig að það er svolítið önnur þjóð. En það er, þú ætlar að vera með fæligheitin. Hvernig þessi leikur á móti Króatíu, svona hvað klikkaði svona? Laxinn var að horfa á þetta heima. Það klikkaði fullt, engin markværslæði fyrir áleik og það er heldur dreitt, nýt ekki vítin en málið er að við þurfum líka bara að approacha þessa leiki aðeins öðruvísi. Þegar maður spila móti Króatíu og Ungverju sem Balkan þjóðum, þeir spila öðruvísi handbolta, skjóta meira frá utan og við vorum ekkert að reagera á það og svo við skorum fullt af mörkum en einu samt undir í áleik. Og við fáum ekki þessi auðveldu mörk í seinni þannig að maður saknar þess. Og það þarf að hafa rosalega fyrir þessum mörkum og manni líður eins og íslensku skytturnar eða svona sóknarlínan sé bara að spóla í stærri skrokkum stöðugt. Jú. Og það eru allir að kalla eftir því að við förum að spila eitthvað bara skyttu handbolta Kannski erum við ekki með mannskap í það, ég veit það ekki. Nei, við erum ekki með mannskap í það, eða þú veist Þorsteinn og Donni, þú veist það er alltaf að tala um þessa tvo. En þeir hafa, þú veist, þó þeir varu heilir, eða þú veist, Þorsteinn var náttúrulega komin inn núna, þá eru þeir ekki hluti af plan A, ekki einu sinni hluti af plan B, þetta er svona plan C þegar allt er komið í steik, geta hendið inn í einhvern smástund. Það er bara eins og staðan núna. Okkar handbolti er bara þessi gegnumbrotts handbolti. Prjónabolti. Já, af því að bara okkar, og við erum ógeðslega góðir í, þú veist, það eru fálið í heiminum, segi ég, sem eru betri að spila 6-6 uppstilt sókn heldur en Ísland. Það er alveg ástæða fyrir að Danirnir, Frakkarnir, Svíarnir reyna alltaf að keyra eins mikið og við geta, fá þessu auðveldu mörk en þú veist, ég veit ekki af hverju við erum ekki að keyra meira kannski bara Snorri treystina bara liðinu sínu þú veist, 6-6, við bara erum góðið þar vill ekki hleypa leiknum upp í kaos eða hvað það er, sko, en ég er alveg sammála á það, sko, við þurfum að sérstaklega verðum að elda, þú veist, þá verður einhvern veginn að geta tekið bara einhvern kapla sem skora bara 2-3 mörk á mínútu. Já, bara einu. Já, við gerðum það bara í loki þegar við minnkum þetta niður úr 3-4 í 1. Þú veist, það var einu skipti sem við actually kerðum eitthvað á þetta. En svo saknaði ég líka að sé aðeins meiri strategi í sókninni. Þetta er bara eins og að horfa á handboltaæfingu og horfa á að spila fram og tilbaka eins satt að við geta, það er engin kerfi. Þetta er með þreytandi fyrir þá og líka mjög svona fyrirsjáanlegt fyrir hinliðin að undirbúa sig á móti þessu. En nú spyr ég, þetta eru menn sem hafa spilað handbolta í 20 ár. Er ekki einfaldast bara, þú ert með góða skyttu, þú hefur gert þetta síðan í 7. flokki, þú spilar upp á hana, skilur við. Þú veist, er ekki hægt að henda þannig kerfi í gang þegar við erum lendið svona undir? Jú, það vantar þessi svona komfort hreyfingar. Þetta er alltaf bara eitthvað svona ISO fyrir Gísla og vonaða besta. Þið sjáu það líka að Ómar er ekki að fá neginn færi.
Nei. Hann þarf að finna sig í gegn eða skúra vítum. En það er ekki einu sinni undirhandaskot sem hann vann nú með hérna einu sinni. Þú veist, en það munaði andan einu marki. Mögulega voru mistökin gerð þegar Ími hent þarna hinum einn yfir miðju. Sérst hann sérst öfum megin í Hafsend sem hann vanur. Þegar hann og Elvar eru saman, þá hann vinstra já, og þú veist, hann var einu öfum megin núna í fyrstu 15 mínútur, svo setur hann eina Þorstein það getur alveg fokkaður upp og allt fer að líta aðeins betur út einhvern veginn, kannski var þetta fellin engin markvarslýsnuleik og bara svona þú veist, 16 mörk utan að velli 1 frá okkur þú veist, ég vil ekki teka channel að lofa Gessonina en þetta tölfræði sem við erum ekki að kaupa í mósmennum sko. Nei, en það náttúrulega hérna þú veist, þessi skittuleikur þú veist, það sko málum með handbolta ég veit að þú er svolítið gaman að þessu hörar það er búið að hérna startvæða handboltan eins og fótboltan það ástæða fyrir við sjáum ekki langskot í fótbolta er að menn eru bara búin að reikna út það er miklu mjög líkur að koma með hann út á kantinn og fyrir ekki og fá færi nær markinu það er nákvæmlega eins með handbolta það er ástæða fyrir því að þessi skittuleikur hefur almennt bara minkað, ekki bara í Íslandi er að ef þú skýtur úr skittu ef þú klikkar það eru margfalt meiri líkur á að fá þér hraðaplöp í baki á þér og ef þú tekur skot og skittu, skilur þú bara 10 metrum, þá kannski svona 30-40% líkur á þú skorir þá það þú veist, þetta líka svona faktor í þessu þannig að en að sama skapi ættum við þá að spila meira upp á hornafæri, af því að það eru ein bestu færin til þess að klára hlutvarslega, sem við höfum ekki verið að gera boltinn endar einhvern veginn bara í vinstra horninu maður getur náttúrulega talið hvað svo oft Óðinn snertir boltan í leikjum boltinn ekki að skilja sér niður í hægra horni það loksins, það gerist aðeins síðast en það var svona og það var smá svona tomatsósu effekt það er líka helviti segur drengurinn ég er ekki hérna okkar menn hérna Naflin og Mike þeir eru úti og heyri ég með það getur við heyrt í eftir hvað segirðu? Já, 5 þeir eru mættalega mættir í kaupin og ég ætla að kíkja með þeim á þriðjudaginn ég var ábúið að setja ferðina minn í smá hættu út af nýrnasteina erfið fæðing en hérna kannski aðeins vera faglir hérna ef það er leið hérna by all means er hægt að tala að þjálfarinn okkur að vera átkótsaður þegar markmenni verði ekki neitt og við klúrum vítum einhvern veginn ekki helviti hart að vera eitthvað að hjóli snorra greið út af þessu hann var ekki átkótsaður í þessu leik í leiknum í fyrra en ákveður fórum við ekki út í þá ákveður stóðu við ekki lengra út og finnst þið skitna voru skóra af því þeir voru skóra 13 metrum og 14 eða bara þú veist þetta var impossible ef þú fer stígur eitthvað lengur út skiluru þó þetta séu skittur og svona luraleg menn, það voru allir segir handboltamenn og klókir ef þú stígur bara endalist út þá bara kemur innlýsing og þá er allt galopið fyrir aftan það er ótrúlega líð þetta verði ekki neitt að þess það er bara, það fer eiginlega með en leik það er eiginlega, þú veist, sem hann hérna hefur staðið marki í handbolta? Ef ég? Já, bara æfingu þú veist, ef að sama skittan hoppar á þig nokkur sinnum af svona löngum fæði, þá verður alltaf eitthvað að því já, þú ótt að verja svona 30% við vorum í svona 15% eða eitthvað og hérna, já, alveg þú veist eins og með markvísluna og vítin en það er líka bara eitt sem að þú mátt ekki gera á móti Króti, það er að lenda undir þegar þú fyrir að elta leikinn þeir eru svo ógeðslega góðir eða svona hægja á leiknum, skilur upp þú veist, ná í fríkvist, spila langasóknir og svona leið og það var eitthvað, við líka náðum, þú veist komum sko að mest nýr í 1 mark, eða ekki? Jú. Náðum aldrei að jafna á, þú veist, þeir eru bara helviti segir í þessu sko Tjatti er lifandi mikið verið að spá í, maður sjá sko, er að tala hérna Naflin fór beint á Hard Rock alveg menningarferðið í Malmö að hefjast segja verður Snorri ekki að leyfa Viggo að spila meira í dag hvað segir þið? Já, góð spurning sko, ég á mér draum að hann fara að setja Ómar á miðuna ég held að það myndi líka hrista þess upp í dýnamíkinni og hætta að spila hennan Magdeburg-bolta sem er þessi sem við vorum að tala á hann að spila bara svo hratt og ég geta einhver svona stimplun og spila kannski aðeins meiri svona taktískan handbolta þá hérna, já, höldum við báðum inn og þetta væri líka eitthvað sem að hinn liðin hafa kannski ekki undirbúið sig undir já, það er myndi ég svona giska á mjög auðvelt að undirbúið sig fyrir íslenska landslið handbolta það veit allir hvað ætla að gera það er mjög góð spurningana þegar Dóri, þú varst að tala með það ætla þessi leikur í dag ætti hann ekki að henda betur en þessi leikur á móti Króatum þetta segja hrafnarnir mín í Mosbæ að þetta sé svona nútímalegri handbolti sem er spilaður hérna í Svíþjóð og við eigum betur með hann. Men ég veit ekki, hvað finnst þið?
Já, eða þú veist, þeir eru náttúrulega Svíarnir kannski fyrir betri þá eftir en bara miklu betra lið heldur en Króatía en Áttum við ekki að vera miklu betra lið en Króatía? Já, en Króatar eru bara svona orthodox spila handbolta, spila, þú veist þessi 5 vörn, skiluru, þú veist, með þessa stóru gæja, meðan Svíarnir eru bara svona, þú veist, þeir eru aðeins léttari, skiluru, eru bara spila svona klassíska 6-0 og svona klassískari sóknarleik, sko. Það er náttúrulega einn hann að Svíi, hvað heitir sá sem var að shit okkur á netinu og segja við ættum ekki breyk í helvíti á móti þessu sænska liði. Stokkenberg. Shit, það getur bara nýr þjóðarónir. Hann er svona sænska útgáfan á Arnar þetta. Það er svoleiðis? Já. Er það? Já, hann er þjálfar í deildinni, hann er svo alltaf rífandi kjaft út allt. Hann er eiginlega bara, hann er svona sænskur Arnardæði. Herðu, eru þið klárið drengirnir eða? Hvað segirðu? Já, en kannski ég setja bara inn á mixerinn eða? Já, meðan. Blessaða nafli, hvað segirðu? Við erum góðir. Eða ekki? Ég er helviti góður. Helviti feskir. Hvað, eru þið lendir? Við erum lendir, við erum reyndar á Hard Rock í Köpen núna. Það fari beint í menninguna. Hvað pöntuðu ykkur? Já, ég íhaldsseminni mér fekk að velja og það var að svolítið tekið mækarinn á Hard Rock. Já, pappa bjóða þær. Já, það var á eftir að koma í ljós. Já, og hann gæður eitthvað gott að drekka með því. Það er nákvæmlega ekki farnir til Malmö í fansónið. Ákveður ekki farnir í Malmö í fansónið, góð spurning. Já, við erum vegum lest núna bara eftir 10 mínútur, þá hefur við farið í fansónið. Já, og það er við hliðin á höllinu ekki satt? Jú, það er á hóteli þarna við höllina. Og þú mækarinn að syngja og tralla og stýra traffíkinni vantarlega, ef það ekki er rétt? Já, við Mike vorum að semja nokkur söngva í flugvélni. Já. Hvernig var andinn? Er mikið að stuðning sem var mikið að fólki á leiðin út eða? Já, það var bara full vél, bara einhvern stærsta vél bara sem ég hef farið í og Alveg vél eða? Jumbo. Þetta var einhver Emirates vél á 2 hæðum þarna. Já. Svo manstu vinnureglun okkar, engi drikkir fyrir leik, bara eftir leik. Þú ert í vinnunni. Já, það er aðeins meira ægi á þessu þegar hjópsinningurinn með, það verður að viðkynast. Ég ætla að vona að það veri nullari þarna sem fór á miðlana í dag. Já, það var nullari. Herru, hvernig að leiknum? Ég menna við erum búin að setja okkur í svona hálfgerð skýta málallan að baki uppi vegg. Getum komist í bílstjórasætið aftur og eftir, hvernig eru þið feðgar að sjá þetta? Já, sko, ég ljáum mig hver sem vill fyrir það, en það er að hellast yfir með ykkur gríðarlega jákvæð tilfinning fyrir þessu leik. Og við erum bara að fara að taka Svíana í bakarið með svona 3 mörkum. Já, það er bara þannig. Þetta vildum við heyra. Og hver verður markaðastur? Það verður sko, Óðinn verður alltaf markaðastur. Og bettið er sko, ef Óðinn fær 5 færi, ef það er nenni að gefa boltan þarna niður í hornið, þá skorar hann 5 mörk. Þannig þú fær tæplega, 2,8, 2,9 stöðul á Óðinn. Óðinn Ó er 4,5, 2,9. Já, það er bettið, hann nýtir náttúrulega allt sem hann fær og skiptir ekki máli hvort það fer inn á frímerkinu eða einhverju öðru, þá skorar alltaf. Já, svo verður náttúrulega með bildirinn á mækarinn á eftir, við sýnum hann á eftir, en er að mækarinn með eitthvað eitt pikk hana fyrir þjóðana, áður við skellum á okkur? Bara 1 pikk? Markmaður að fara að skora í þessu leik. Já. Mænur það heimskir að fara oft í að skilja markið þetta er opið, þú skilja aldrei markið þetta er opið í íþróttum. Geðu ykkur punktur. Þessi Palíka vinnur okkar, markmaðurinn á Svíum, ef hann spilar eitthvað, þá elskar hann að skora. Já. Hann var að skora í þessu leik, það er 3 í stöðun, það er gjöf en ekki gjald. Já, þetta er gott, þetta er skemmtilegt pikk. Skemmtilegt, þeir eru drengir mínir, bara skemmtið ykkur vel og trallið endilega, duglega. Heldur betur, það er bara áfram Ísland. Áfram Ísland, Guð bless ykkur. Helviti skemmtilegu framburður hjá mækarunum að það. Já. Palli Inga. Pallinga. Bara þessu ykkur fastegnasalur Mosó. Pallinga, þetta var mjög góður, skemmtilegt pikk hjá honum. En hér kemur Þetta getið vel dóttið. þekkjandi íslenska landsliðið. Við vorum aldrei að fara að vinna alla þessa leiki. Við vorum alltaf að fara að tapa einum. Og er það ekki? Við höfum aldrei tekið Króatíu og Svíþjóð. Nei, sennilega ekki. Ég meina, ef við munni Króata, þá hefur við alveg mátt. Og hvað gerist? Ef við vinnum Svíja, já, þá þurfum við bara að vinna Sviss og Slóvenía, þá erum við áfram. En sko, ég er reyndar á því, á þeirri skoðun,
að þó við töpum í dag að þá munum við samt enda í úrslitaleik við Slóvenju á miðvikudaginn. Að því Sviss vinnur... Nei, af því að Slóvenju að vinna Króatíu. Þú heldur það? Það er eitthvað tilfinning. Það er tilfinning. Það er eitthvað tilfinning. Ok, það eru leiðir og það Can't eru shake it off. fjallabaksleiðir í þessu enda. Já. Já. Hver er að spila eftir núna klokkan 2:30? Ungverjaland og Slóvenja. Einmitt. En en þú veist, ef við töpum í dag þá er þetta allan ekki okkar höndum lengur. Það þurfa að fara að treysta á aðra. Herru, ég var kannski að fara að henda bettanum á. Sko, það er bara með hana strákunir að setja þetta sænska lið þar við förum í okkur. Þú veist, þetta er bara valið maður í hverju rúmi. Ég meina, þeir eru með Já, ég myndi segja munur núna í síðasta leik var að, þú veist, við vorum náttúrulega favorites Já. og þeir eru alveg svolítið betri við, myndi ég segja. Já, með þetta góðu leikmenn. Og það er kannski svona skítur sköku við að segja þessu betri við þegar við erum með besta leikmann í heimi og okkur svo leiðis. En málið er að þeir eru bara með meira svona complete lið, þú veist, þeir eru með geðveikan markmann, þeir eru með góða lífmenn. Geðveikan markmann. Þannig að þú veist, við erum með fullt af eins leikmönnum, þannig að við erum bara ekki með sömu svona dýft af í liðinu, þannig að þú veist, en ég er alveg sammálaðan strákunum að þú veist, það eru möguleikar í þessu fyrir okkur og það hendur okkur betur að vera underdogs heldur en að vera líklegri aðilinn. Við bara höndlum þá pressum miklu betur. Sko, ég er á því að við hefum leikmann 1 og 2 inn á þessu velli eftir, sem eru Gísli Ómar. En svo geti alveg fært rökur því að Svíarnir er leikmann sko 3 til 10. Eitthvað leys. Þannig að það er svona það sem við erum svolítið að fara út í sko. Það er mjög mikil svona breytt með tóku og leikmanni í hver einustu stöðu. Ég gæti séð sko að þetta gæti verið svolítið elliðaleikur sko. Gæti verið tími fyrir sko libran rykkjandi línumann sem er ekki búin að eiga neina, hann er geðvægt góður, hann er ekki búin að eiga neina dunduleiki í mótinu svo far, með þess að bara einn alveg agalegan og ég get alveg séð það sko, svona á meðan við erum að tala um það sko. Við kíkja á það bara lína, en hérna og kannski farið við bildirina bara spesialina fyrir ekki spesiali. Þetta er hver er með hann? Þessi heldur Er þetta þú það? Ég ætla að koma ekki með klar en ég er sammála þessu. Já, er þetta Þetta er gott. Með við hvernig skiptunar Er þetta naflið? Nei, þetta er naflið sennilega. Með við hvernig skiptunar röðin mörgum á móti okkur í síðasta leik og við vorum ekki með svör á móti þeim, þá ætti þeirra besti skipta að skora að minnst Já, ég var reynda með hann Erik Jóhansson hann er klarið Þetta er frábær special. Já. Það er allt þetta að fara að gangu. Þetta er nafli, ég held að þetta er naflin. Þetta er naflin. Eina sem ég ágjör að vera Ísland 3,5. Plus 3,5. Já, ég er svartsýnn. Ok, eðlisfari. Já. Þetta er svo mækarinn það er Ísland, við erum allir með forgjöf, Ísland 5,5, Gísli Óðinn yfir 2,5 mark, Viggo yfir 1,5 og Erik Jóhansson yfir 3,5 og Hampus Vanni yfir 2,5 og Ímir yfir með allavega, 1-2 mínútur. Já, 1-2 mínútur. Mér finnst þessi líka helviti Já, hann pluss 5,5 í forgjöf. Já, sko ég var byrjar að smíða seðil í gærkvöldi sko og þá var ég með bæði Erik Jóhansson og Hampus Vanni yfir og þegar ég sá þetta var á mækarnum þá fór ég svona breytt honum aðeins en ég held að þetta bæði, þeir eru báðir að spila slatta og ég held að Hampus Vanni sé svona með vinstra horni bara alveg einn og Erik Jóhansson spila slatta og er bara hörku skytta og við erum oft í vesinni með þessi skyttur. Smá hræddi við Gísla mörkin en að verðist vera annarkvort þeirra með 8 mörk eða 7 fisku víti sko. Já, hann fiska sko 6 víti síðast. Já. Fjandinn hafið að 2-3 að þeim fari í markið, skilur. Þetta er alltaf komin í gegn sko. En Viggo spila meira þessu leik heldur en síðasta leik. Já. Það er getur bókað það. Svo líka spurning hvort að hann fái bara víta síðan fyrr. Viggo í leiknum. Ég held að Ómar byrji. Ómar byrjar sko, en spurning með skilur Orri. Tjattið er gott hérna, eru glerun fyrir skerta sjón eða bara til að plata Þorgeiri til að leggja pening skattgreðanda á bóksuna? Það er Jón Skarpur að fá þetta. Tetti sé að sækja lesbípenning. Þetta er svokallað Ponzi-skím. Það er bara... Já, Ponzi-skímið, sko. Þetta er alveg Ponzi-skím. Það var spesiali mynd komin hana líka. Það eru uppseldur, já. En það er hann sennilega svo besti. Ísland 4,5, Óðinn yfir 2,5, Gísli yfir 2,5, Erik Jónsson yfir 3,5 og Ómar yfir 2,5 stóðsendingu. Ég ná ekki einu svona að fara á hann sjálfur. Er búið að útskýra hvað er stóðsending í handbolta?
Veit Já, fólk að já, ég reyndi að útskýra hérna daginn. Já. Fiskavíti er stóðsending. það er það? Það er stóðsending. Eða skorur því eða bara alltaf? Já, eða skora, sjálfsög. Ok. Ef að hérna, sendi ekki hotn sem að hotnum að fyrir inn og skorar, stóðsending. En eins og Línusending, stóðsending. klipping. En klipping. Nei, Góð klipping. það er ekki stóðsending. Það er ef það er bara, kemur 6 metra færi úr því, þá er það stóðsending. Sendi ekki hraðablöp. Ég er bara forvitinn Þetta er af algjörð því að number one, maður. Elliði með svakalega margar stóðsendingar. Ég Já. er svona aðeins að reyna Það er fisk. skilja það konsept. Það er fisku í vítin, hann er líka gott, nær átt frákastunum varnalega, grítar húnum fram. Einmitt. Þú veist, það telur örugglega líka. Herðu, hérna, Erum við að fara að sjá einhverja breytingar Sko- þarna eftir? breytingu, Þú veist, meina, Í geta upplegginu? markmenn átt 2 svona slæma leiki í röð? Er mín spurning. nei, ég held að hérna, Viktor verði mjög öflugur eftir. Hann þarf líka, þú veist, Svíjar eru með frábæra markmenn og þeir eru Já. mjög svona stöðugir. Þannig að við þurfum eiginlega að svara því. Já, við getum ekki tapað þeim bardaða með einhverju 4-5 skotum, sko. Nei. Það var þetta helvit erfitt. En það sjáu það að allir bildarinn okkar eru með, þú veist, 3,5 upp í 5,5 í pluss. Þannig að við erum ekkert eitthvað brjálæðislega bjartsinir, en svona við erum að hetsa okkur. Að ef að leikurinn Gott að hetsa tapast- sig, sko. Já. En hérna, Epic leikmaðurinn, Orri, Orri Freyr Þorkelsson, sjáum hérna bústaða línur og það. Haldið hann spili meir en hálfleik. Sko, Hann gerði það í síðasta leik. já, hann spilaði allan leiki síðast, þannig að ég held að hann, þú veist, þráttur að hafa klikkað nokkru skotubandi fyrir áleik, þannig að hann er algjörlega með traustið, en hann meiðist eitthvað þarna í undir lókleiks, Já. en hann er heill samkvæmt nýjustu fregnum, hann er að ég veit ekki, er eitthvað undir hann, svo náttúrulega er í þessu líka, þú veist, ef Ómar klikkar fyrsta vítinu, Já. þú veist, þá er hann bara komin á með hérna vítin, sko. Já. Það var komin skjált í veðbanka þegar hann var komin á punktinu í síðasta leik. Hann var mjög vinsæll. Orri, Já. já, En svo skilaði hann punktinum beint aftur. já, skoraði hvort 2 vítum og Já. klúraði 3 Það var mjög úr karakter hjá hann hvað hann var að klikka í síðasta leik. Já. Hann er búin að vera svo solid. Það er búin meira Bjarki sem er búin að vera að klúra opnu færum. Já. En já, En eru þið með hérna fleiri línur á konginu? eða? Já. Við förum orra. en já Sko, ég sammála með Óðinn en 3,5, 2. Já. Nammi. ég meina ef hann fær punktin þá er þetta brunnið. Já. Og ég meina Það er bara Ómar, þetta borgið út eins og Epic Early vinni eða eitthvað. Nei, hvað sér þau? Það er þetta borgið út bara eins og Epic Early. Já, ekki. Sko, fyrir mér snýst það bara þetta, þú veist, það eru 2 örugg betti á Íslandi í dag. Það er Amarok mun 2-faldast í næstu viku og hann fer yfir 3,5 í þessum leik. Það er 2-faldun. Það er 2-faldun. Það er verið að tala um það, þetta grænlandsdæmi, það sé bara, Já, það er Staks og komin af. lóðbeint upp, sko. já, þannig að þú ert að fara, þú ert eiginlega svolítið seitt núna. Ég er aðeins seitt, en aldrei of seitt, sko. Þetta er hér. Nei, þetta er náttúrulega mjög spennandi, sko, að fyrir okkur að fá ímyndar. Við getum flóið í Bandaríkjana frá Reykjavík. Já, ég veit allt um það. Getur eins og Óla Ragnar sagði, þú getur séð Bandaríkin frá Vestfjörðum. Sko. Já, en ég held að þetta séu líka mjög spennandi þarna, ekki orri að yfir 3,5 að fá stöðun 2 á það. Já. En, Það er helvítið. Hver er línu á Hauk? Er hann ekki heitlega? já, en það er bara Haukur orðið svo heill. erfitt að veðja á hann. Því að Einn- loksins þegar hann fekk fara inn og var hann rótaður hann í leiknum, sko. Sko 1,5 í seðli var ég ekkert á móti, sko. Nei. 2,5, já, Hann hefur ekki verið að spila nóg til að kofra það. nei. Markaðasti leikmaður liðs í leiknum 25. Ég meina, Já. það má alveg hendi eitthvað á þetta. Ha? Já. Þetta er svona lótt á Má mig. alveg þetta 10 eurur á þetta. En svo er En Einar Þorsteins að fá 2 mínútur. Er hann ekki að fara að vera í stóru hluturki í vörninu í dag? 2. Ég vona það. Jú. Mér finnst það skemmtilegt tvöföldun. Fyrst við erum að leita að þeim. Já. En þessar varnarskiptingar eru væntanlega ástæðan fyrir því að við keyrum aldrei. Skilur við? Er það ekki? Að hluta til. Jú. Þú veist, við erum ekki með, eða sko, það að missa Elvar þú veist, Elvar er okkar vopn í þessum transition bolta, Já. skilur að keira upp, þú veist, af því að hann getur lúrað á markið. Ímir getur það ekki, Einar Þorsteinn getur það ekki, Ellið er náttúrulega bara línumæður, Já. þannig að þú veist, það er svona, það fór svolítið líka með því, ég held að það líka að svona, hafði þetta áhrif á móti Krófundun. Ellið 1,5 stórsending. Er hann ekki búin að vera svolítið að dúlla sér yfir þetta Jú. í mótinu? eða? Já, það er bara verið síðasti leikur sem hann kofraði ekki línu sína. Það er alltaf góðir stuðlar. 1,5. En svo er þetta svo random skilu, fær sending á línuna, snýrið við. Þú
þú veist, er þetta víti eða skoraru bara Jú. þetta er svona svolítið the random effect spila svolítið mikið annað sko Óðinn Hvað er hérna Pavlíka markmaður gamall? 3,5 Pavlíka, Já, hann er fæddur 1986 já, því að konan sagði við mig, þetta er bara maður okkar aldrei. Já. Og sá hann verið að spila. Og ég sagði, já, ég er búin að sjá hann lengi. Er ég maður og ykkar aldrei hvað er líðan? Nei, bara hann virkar eitthvað gamall. Já, Hann er gamall að sjá. hann er verið að verða fertur Já. fertugur Hann er ára ári Þessi yngri en markmið Björgvin náttúrulega endast alveg endalaust. Já. Já, ég meina, við varum gott síðan þetta. en hann er ekki svona sko oft er þér svona drumbar sko Já. hann er alveg fitt sko, liður sko Sko, Gunnar Pétur spegði með frábæra spurningu. Ef að Hjörvar væri handboltþjálfari, myndi hann byrja að trenda að vera í jakkafötum á bekknum. Og þetta er eitthvað sem ég hef saknað úr NBA. Já. Þeir voru alltaf í jakkafötum. Núna er þið færður að vera eitthvað svona mjög asnalett. Fer ekki NBA og þessu fallega brandi. En handboltaþjálfun, ég hef ekki séð marga handboltaþjálfara bara geta slakað á yfir leikjum. Þetta er rosalega, þegar svona dáismæður á Alfred Gíslasyni að geta þetta 66 ára gamall. Einmitt. Þetta er rosalegt svona líka. Þú ert allan tíman einhvern Ég veit það og þú ert Þetta er í svo hratt, 7 skilurðu. díalógum í einu við Já. dómarana, við hina, og við borðið, skiptingarnar timeoutið Þetta er alvöru mann Já, ég svo er hann einhvern veginn þreyttur allt í henn og ítt okkur takka sem hann átt ekki að ítta. svona leiki geta farið bara Þetta er rosa, þetta er ekki leikur fyrir fullorðna menn, sko. no country for old men sko Sko, Louis van Gaal geti ekki verið handboltþjálfari. með möppuna Já, Bruno að skrifa þetta. en hérna með jakkafötin Já. Já. það er eitt sem að svona við sem við jakkafötum sem við ert bara einhverjum hérna ferði súta og ferði einhver glæni skilur við Já. svo bara farið bolta niður bara Já, ónýtt þú veist Harpiks Harpiksið. þú veist það var með svona Harpiks blett á jakkanum sko Já, þú nærið það, Harpiks næst ekki úr fínum þráðum, Nei. sko, það vita menn, sko. einhver góður í ull sko það er vesen Nei, það bólur er lágmark allavega þegar þú ert já handboltakverðin, kannski getur tekið þetta 90s look og verið í svona víðum dress pants og pólóbúk. En ég meina, Gummi var alltaf í gallabuxum. Já. Gallabuxur hafa verið mjög virtar innan handbolta. gallabuxur og pólóbólur Já. mér finnst það er alveg lagi er Dór alltaf að klára ringinu sinni í Apple Watchinu landi þeir blá þessi var helvíti góður er eitthvað meira strákar í þessu leik sem að Já, þú veist, eigum eitthvað sens á að vinna bara, þú veist, bara Ísland straight win eða örlífin, erum við örlífin 3.75 já. 5 marka fórusta byrja bara allt geðbilað Þetta bett heitir Stönna á. íslenska geðveikin bettið, eða ef það dettur sko, inn. ef fólk ætlar á streitin, þá myndi ég alltaf mæla með örlífin þannig bara ef Ísland nær 5 marka fórustu eitthvað tíma í leiknum bara pay out Þetta er samt uppáhaldi mitt við handbolta. Þú getur alltaf eitthvað gerst þar sem bara annar lið er niðurlegt einhvern veginn þvert á það sem allir sögðu, sko. Það sást bara í gær með Frakkland. örlífin á Frakkland Já, vannst á, hefði unnist á 4. mínútu eða eitthvað Einmitt. Ég held að bara með það sem ég heyri í ykkur og með það sem ég heyri á fólki mist, svona hakan aðeins að fara niður. Þannig að ég er alveg tilbúin að setja svolítið á svíjana. bara á Svíjar vinni. 1.35 Nei, ég er að tala um Bara að línu? ég held að coveri alveg einhverja línu, sko. Ég held til dæmis Fjórir? svo, já, 3,5. Ég er til í þetta bet, sko. Já. Svona persónulega, þegar bara heyra taktin í ykkur og heyra í taktin í umræðinni, Já. þá finnst mér svona eins og hausinn að farið mjög hratt niður eftir tapið á föstudaginn. Já, það var svolítið leikurinn. Þú veist, það var alltaf, þegar maður búin að teikna þetta var alltaf leikur sem maður bjóstu að tapa á múti Svíjanum. Af því að, þú veist, maður er reyna að vera faglegur, Já. þá ætla ég að... Já, takk fyrir Já, það. takk fyrir þetta faglega einleg. Takk fyrir hérna fagmenn, sko. Ef við höldum áfram að fylgja þessu teiki, ef að markværslan verður eins og í síðasta leik, þá vinna Svíjar bara með 10, sko. Já, það er bara Það er bara þannig. simple Af því as. að þeir fá alltaf sína bolta. Já. Þú veist, ef annar er að drulla, þá er bara, þú veist, þeir eru með appilgræn og opal líka, sko. Skipti markatala einhverju í þessu? Í leiknum á móti Svíþjóð? Já. Nei, í raun og veru ekki, af því að, sko, ef við vinnum Svíjana, þá erum við komnir í mix þar sem að við, Króatar og Svíjar eru þá öll að stefni að fá jafnur stig og af því að Svíjarnir tóku Króatan og pökkuðum saman, Já. þá væri Króatandir átt úr því þryggjalega mixi. Hérna, þetta er 8 markmenn Svíþjóðar frá bara 88 á niður, bara búm, Olsson, Svensson, Gitz, það var einhver á miðjunni sem var alveg rosa lengi. Á miðjunni? Nei, markmenn, Já, svenski markmenn, áttu bara svensku Tómas markmenn. Svensson og sem var, Svo var eitt þarna sem var alveg til 42 ára. já, hann hérna,
Sjá með honum, Svo með honum með Tómasi Svensson Gitzel Nei, þú það er- Gitzel, þetta er mjög svipan af sko. Þetta er mjög svipan af sko. Þú átt að kunna þetta Þú átt að kunna markverða línuna Hjá þeim? Já. Já, þetta er bara stólið með nafnið á honum sko. Það er Bara búið ég- að vera ég- sömu 5 gæði bara í 40 ár Já, þeir voru mjög lengi, þessi Já. tveir Já. Tómas Svensson Svensson, og- eða bara því ég byrja að fylgjast með Þetta er rosaleg markverð sko. Sko, að því að Gitzel er að fá, eða, þú veist, þetta er mjög svipan af sko. Já, þetta var eitthvað, hann var Aldin höfðingi sem var þarna í markinu svona 2010 rosalegi markmenn náttúrulega Olsson var náttúrulega mjög erfiður hann var líka þjálfari við hérna Portugala tók okkur Svensson var backup markmaðurinn hans rosalegur svakaleg, þú veist það var bara ekkert í neittni íþrótt og lið átti að pottita leikmenn í þessari stöðu Nei. Er ykkur með þetta? Það er að, ég get ekki haldið áfram með þetta prógram fyrir ég fæði þetta nafn sko. Sjatt, eigið hennar markmann fyrir okkur þetta sem var á milli Tómas Svensson og þessa gæs sem er núna Nei, þú veist, það var með Svensson alltaf, þessi gæði. Já rosalegur handboltamarkmaður fokk Þetta er gott TV. Þetta er gott TV Það er ekki með þetta Mér er illt í hausnum að hugsa um þetta sko. Já, bara, já, hvað heitir hann aftur hann hérna? Ég kom með þetta. Peter Gentzel. Peter Gentzel Gott út að lesa leikskíslu frá sko 2002 djúft í bókastar Archives maður. Gentzel, þetta Gitzel var ég var náður þessu. að fokka mér. Já. Og bara hætti ég ekki að hugsa. Sko. Jafntefli, er það bettið það? Hvað sér þau? Það sýnist búlið sætla á það. Já, eitthvað að skoða? þeir sýnda jafntefli og allt sko. Hér var alltaf bjart sín. Erum við kannski aðeins að strákar bara hinriðillin. Þetta er svo mikið veisluriðill sko. Hvað er í gangi þar í dag? Sko, það er eiginlega bara Sko, ég er búin að sjá alla leikið í þessu rilli sko. Maður er bara búin að steinliggja að horfa sko. Sko ég átti frábært spjall við mann sem var að horfa á leikinni í þessum riðli og hann sagði, erum við í alvörunni er það bara mín tilfinning að upplefa þetta allir eins og þessi lið séu miklu betri við vissi hvað við, þú horfum bara einhvern veginn á Frakkland, Danmörk og þú er bara shit, þetta er svo En svo á móti að þá vorum við að spila leik við Frakka bara daginn, vissulega æfingarleikur en samt síðasta æfingarleikur fyrir stórmót á þeirra heimavelli sko. Og við töpum þeim leik á 59. mínútu sko. Við erum þetta góð en við skoðum við, það er bara einhver minnum átt að kendi það er bara að þeir eru bara fysikal og þeir keira, þú veist, þeir eru svo góðir að keira sko. Ég myndi segja að það er hraðinn sem er munurinn. Við spilum miklu hægar á meðan öll þessi lið spila ótrúlega hratt og þeir rúlla miklu betur á hópnum til þess að geta spila svona hratt. Sko, en það var eitt sem er svo áhugavert í hérna Danmörk, Frakkland, 5 mínútur eftir Frakkar voru 2 mörkum yfir ekkert panik í dönunum þeir eru bara afslappaðir og, þú veist, og svo unnur þetta bara nokkuð notalega undir loki og sá slíkið þeim leik nokkru sinnum þar sem að kom bara 3 marka áhlaup á einhverjum 2 mínútur kabla sem að leikur bara sveiflast á milli veist, þetta sjáum við svo lítið hjá liðin okkar skilur þú veist það sem við getum bara skorað 3 mörk á 2 mínútum og bara breytt momentum í leiknum bara nú leitni sko. Mér fannst nefnilega eins og í Króataleiknum við ættum að geta snúa þessu við því að mörkin okkar voru frekar auðveld að koma bara að fá þessi stopp en við bara, þú veist, vorum bara lélegir að keyra upp og það er bara þannig sko. Herðu, en þetta setja þetta aftur hérna Frakkarnir tóku Portugalin á pökkuð saman, þeir skoru 28 mörki fyrir ári sko. Það var rosalegt. Þetta er ótrúlega úrslit. Danirnir Spárarnir heldur hérna bara lengi við líða, eins og þú varst að tala um hérna fyrir þáttæði, þeir er bara svona hristuð af sér bara með að bara keyra yfir þá, þeir bara leiðum ekki anda. Spátt voru bara innsóðin að það að hérna fá Danina í setjabylgju. Sjá hvað helviti Danirnir eru disrespectful. Það eru 11.000 mann sem eru mætt fyrir leik í Frakkland, Portugal. Svo tróðfyllaðir höllinni spátt Danmörk og svo fer 5.000 manns áður en Alfred Gíslason mætir. Það eru hálfvitar. Það líður ekkert betra að gera sko. Þetta er á Jótlandi. Það er ekkert í gangi. Það er ekkert að netta sko. Og svo hérna Þjóðverjar mjög góð sigur á móti Nóri, það sem að Þjóðverjarnir hafa og eru búin að vera í þessu móti, það er alltaf einhver gæi sem er ekki svona einn af algæðanum sem stígur upp og klárar þetta fyrir það. Þessi Grigic menn er að fá sjensin í þessu slur off í síðasta leik. Þannig og svo hérna farið aðeins hérna, þetta er eiginlega núna bara þetta er á milli Frakkana, Þjóðverja og Dana að fara 2 af þessum 3 í
undanúrslit. Sko, Alli að fara að laumast hann inn bakdramegin eða? Hann á eftir Frakkan og Danina, ef hann tapar báðum, þá er hann átt. Þá er hann átt. Þá er hann átt. Að því gefnu að Frakkarnir og þú veist, þá fara Danir og Frakkar væntanlega í 8 stig. Já. Bæði. Ef við gerum ráð fyrir að þið kláru. En hérna er allir bara, voru 2 leikir á eftir okkar þarna. Sem að Sviss og Ungverjaland gerðu jafntefli og slóunarnir Sviss voru að taka þann leik þægilega, ég veit ekki hvernig Ungverjarnir náðu jafntölu því að ég var búin að slökkva þegar þeir einhvern veginn voru búin að jafna þetta sko. Það sama á móti hérna Það gerst tvisvar í mótinu. Já, líka móti Sviss var bara búið að vinna leik. Já, móti slóun, við vorum 9 mörkum yfir móti slóunum og töpuð inn í Það riðlinum. enginn hefði í þessu liði að vinna leiki á stórmóti. Já. Ekki á þessum staðalinn í mótinu. Frábært að færingarnir hafa líka dottið út. Já. Þú veist, það hefur verið eitthvað svo vandræðið að mæta færiðum í stórmóti. Það er eina samt, ég vilja af því ég er svona content með það gæi sko, að láta naflan taka viðtölu ykkur færiðinga bara á íslensku. Þú veist, ég geta hort á það bara allan daginn. En samt, það er bara gott að séu ekki að það er Ég veit að það lætur okkur líða eins og þetta sé stórt en það er svona tángreittar það er hérna en mér langar líka að rósa hérna kraftbúningunum hjá Svíum það fallegi búningar og svo veist mér þessi bleiki tónn í franska landsbúningnum frábær, algjörlega frábær hönnun og aftur sýnir að Adidas áverum með Frakkland og sjáum líka Frakkarnir, þeir eru alltaf allir ógeðslega fitt. Þeir eru alltaf það lið sem er alltaf langmest fitt sem lætur líka búningarna lítið eins betur út. Nú er það svona klósa. Þetta bleika læning hann sko. Já, Sturlaða búningur. það er flott, þetta er skemmtilegt hjá þeim. Er þetta ljót auglýsing? Já, ljót auglýsing, sammála því, þetta rautt með bleiku passar ekki, ég sammála því. Það eru 75 auglýsingar á íslenska búningunum, eða ekki? Jú, sem gerir það svona að lokundóldi kúl. Já, það er, ég meina, handboltaljóti heimi, þau eru allt svona. Já, ég meina, og tískufatnar í dag er svona að reyna að ná í eitthvað svona 90s Formule 1 út, sko. Þannig að með svo mikið logo heavy, sko. Svona badges og svona krakkar eftir svona 10 árum muni fara að gangi í þessum búningi eftir. Erum við að fara að spinna? Spin the wheel. Daði, og næst hjólinu. 35 sör. Bara 35 sör. Sem er eitthvað alveg hellingur. Já. 35 sör, sko. Það er bara... Fastið að laust. Já, það er helviti. Þetta er sör, sko. Nei, þetta var svona hálft sör. Nei, það er endurtalning, við getum ekki hatt á þriðja leikin í röða, sko. Það er svo varst. Já. Svona, já. Ellið. Já, flott. Það er það sem ég trúi, sko. Já, Ellið á móti Sviss. Já. Ég meina, ef þú væri varnarmaður, ætlar alltaf línuna, ætlar að passa Gísla Ómar. Nákvæmlega. Svo er þetta ekki bara mörkin, þetta er bara allt draslið. Bústum allt. Allt gallerið, sko. Herðu, strákar, ára við hættum þessu höfn, ertu með hendi ykkur bildið fyrir stórleikin á Emirates? Já, ég var nú alveg til í það. Vonin blíð. Já, þetta verður bara... Hvað segirðu? Já, tökum einn handboltaseðil. Tökum einn handboltaseðil með leikjum dagsins, sko... Slóinja. Sko, er þetta að fá eitthvað svona... verjum okkur aðeins, bara svona léttu plús á slóana? Hvað fyrir þetta þá nýri? Ef við erum að fara... Þetta lækkar svona helviti skarpt. Já. Er þetta ekki bara Slóinja ádrætt? Jú, setjum það. Það er svona eina sem ég hræðist bara einhverju tímapunkti muniði springa, sko. Þeir eru svo ógeðslega þunnskipaðir, sko. Já. En þeir eru ennþá inn í mótinu og meðan ungararnir eru svona... Margir með þunnt hár hjá Slóinja. Það er bara svakalegt, sko. Er það Ísland setja bara pluss 5,5 eða eitthvað? 4,5, flott. Já, þetta er ótrúlega stuð. Já, þetta er flott stuð. Já. Þetta er flott stuð. Og... Þannig er þetta trikki, sko. Sko, ég held að við getum fengið eitthvað óvænt þarna. Er það? Sviss-Króatíu. Ég er ekki að sjá Króata endilega eitthvað valdi yfir það, sko. Nei. Léttan pluss. Já, 4,5 eða hvað? 23? Nei, byrju. 1,66. Ok, hvað er það konur í? Já, þetta er flott. Já. Bara sexy. 32.
Það er eitt hérna, hann hérna Bottom G spyr hérna, spekingar að vera að tala um að valið á Teiti hafi verið lélegt. Er þið sammála því að ekki að taka með það? Sko, Ég er með hot take. já, Það var ekki að virka að hafa, þú veist, eins og staðan er í vinstra horninu. Að þú veist, það er að reyna að spila Bjarka, það er að reyna að spila og hafa þetta svona jaft, cirka. Það var ekki að virka hægra minn. Og þú veist, Óðinn er bestu þegar hann fær bara hornið og Sigvaldi sömuleiðis. Og þeir vissi ekki hvor átt að byrja og stundum var hérna, Óðinn að byrja og vice versa. Og ég held að Snorri hafa bara tekið ákvörðun að gefa Óðinn hornið og hafa Teit sem bara svona backup og veðja að það myndi virka betur. Svona... Og Óðinn alltaf búin að spila bara frábælega með hornið og eina ástæðan að hann ekki með fleiri mörk er bara því að liðið hefur ekki spilað upp á hann meira. Hann er búin að nýta færi sín, í fyrsta leiknum var hann 2-4 eða eitthvað, en síðan er hann búin að nýta, þetta er góð kenning, Þannig að valið á Teit lélegt, ég myndi ekki segja, ég hefði valið Sigvalda en ég skil, ég held ég skil í hvað hann var að reyna að gera með þessu valið. Það sem að bakka þetta upp er að sko, ég held að nýtingin hjá Óðni og Sigvalda síðustu 2 mót hefur verið mjög slögg, þessu báðu bara kringum bara og undir sko 50% skotnendingu. Hotnamenn? Báðir. En maður spyr sér þá, akkur er ekki með sömu lógík vinstramenn að velja þá Steven sem var að vinstri hotnamann frekar en Bjarka? En ég held að þeir eru bara vanir þessu. Ég held að bæði, Bjarki spilar alltaf bara, stundu spilar hann heila leik, stundu spilar hann hálfleik með móti Hugo til skatta í Vestbrem sko. Orri, ég ætla þessi ekki svipa í sport, ég held að sporting sé að rúlla líka mjög mikið sko. Hvernig á að koma hotnamannum betri inn í leikliðsins? Það er þetta leysin á línu, svo getur við vippaðir fyrir utan og skotið. Og klippir við skýttuna. Stuttasvar er að þeir þurfa eins og í fyrsta leiknum, þegar við fengum allar boltan, það hefði getað leyst inn og fengið boltan, en það er náttúrulega bara að stimpla neyri hotn. Eins og Ómar, hann er ekkert voðalega mikið að láta hann svona fljóta í gegnum sig. En horfið samt bara á handbolta í dag, bara horfið á aðra leikju eitthvað. Þegar hotnamenn er að skora, þeir eru að skora úr hraðaflöpum, þeir eru að skora úr eftir seinni bylgju, þeir eru að skora í yfirtölu, 6-6, það er ekkert eitthvað mikið hotnafærum að koma úr því endilega. Sko. Allan ekki eins og þeir eru að spila. Mér finnst þetta bara að vera svona bara almennt sko. Já. Já. Þannig að það er eins og ég segi, sóknarleikur er 6-6, við erum alveg að finna lausnir þó að sé einhverju ákveðin leikmenn sem við kannski geta skora rosalega mikið en við þurfum að keyra meira. En svo fá mig inn í teimið, segir einhver og það er frábær pæling. Sko, ég minnst líka mig alveg horfa á Markmanns þjálfaran sem er náttúrulega mentur að stúdera skot krótana. Það er eitthvað alveg kostulega klikkað í öllum aðdraðanda þessum leik heimaðunni hjá Markmannum. Af því að það er alveg greinlega upp, það er gameplan hjá Degi. Neglum bara 12 metrum, prófum það. Ef það gengur ekki, þá bara prófum eitthvað annað. Og það bara virkar, og það bara heldur. Og þú veist, það að hafa aðgang að Markmannunum með að stoppa leikinn, tvígangi, fyrirháleika, þú veist, einu sinni, tvisar í hálfleik og allt þetta og fá að tala við hann og sínunum og eitthvað slíkt. Þú veist, ekkert in-game klippingar í handbolta. Ef Tóri er markmaðurinn minn, get ég ekki syngt honum bara, hérna sjá þessi 3 mörk sem búin að fá þig hérna. Þetta er allt eins. Stundum finnst mér eins og þetta sé fófræði, að þetta sé svona, þú veist, að menn eru bara að lúðra á markið og hann fer eitthvað skilur, hann sé ekki takt að stútir þetta einhvern veginn. En það er rosalega að fá svona mörk á sig. Við vorum líka mikið að skjótis í varnarhóttni. Í blokk, já. Þannig að mér fannst þetta bara alltaf einhvern veginn farið, þú veist, stundum treystu þeirra varnarblokkina, stundum ekki og einhvern veginn völdu alltaf vitlu, sko. Svo kom Bjöggi að inn, sko, ok, Viktor var allan í þessum skotum, sko, Bjöggi greið, það var allan tvisvar, það sem að, sko, skittaðir að örfenda, hérna Martinovic, er í kontakt á svona 10 metrum, þú veist, í kontakt, og hann kemur, sko, hoppandi á mótið, þannig að hann bara svona vippar yfir hann sko á 10 metrum þá hérna það var allt vitlaust á mínu heimili sko. Ég hef aldrei séð svona lélega framistöðu hjá Markmanni held ég. Hann var svo langt frá það að verja að það var ótrúlegt. Já, Bjögga. En hver er þriði markmaður? Hver er næsturinn? Er eitthvað undrabann á leiðinni í markmann? Nei, Einar Baldvin er næsturinn afturheldingu. Hann er fæddur 97. Ég saka þess bara pjúra að það sé eins og ég bent á síðast eða eitthvað á Twitter bent á, þú veist, það eru 6 menn úr þessu 20 liði komnir í þýska liði
það eru 5 úr ungverskaliðinu sem tók silfrið, komnir inn í ungverskalandsliðið, það eru bara 2 komnir upp hjá okkur. Ég held að það hefði alveg mátt kippa einhverjum wildcard ungmenni þarna með sko. Já. Í einhverja stöðu, bara líka fyrir framtíðina. En það var spurning sko, en málið samt sko, þessi gæjar sem eru aðalgan, þeir eru allir á svona þessu bestaaldri sko, 25 til 30 sko, en það er alveg, Takið 19 ára það er samt alveg hinn liðin, öll með einhvern, við erum ekki með neitt ungan, Svíjar eru með 19 ára, þarna Roganovic, Og spænski hana fyrst. Lúki Fish. Guttin sem er með sem er svo svona klippingun og allir eru með sem er svo Jamal Jamal Lamin Jamal Abadans. svo Kiko Costa í Portugal er 2005 model, við erum ekki með neitt svona. En á meðan við erum ekki að ná Hauginn í liði, þá held ég þessi mjög langsótt að fá Sem einhvern ríkir, kjúla inn í hóp sko Haukur, Þorstilli og Andri, Haukur er eiginlega basically bara sama aldri og þeir sko, það er 2 árum eldri en Þorstilli og 1 ára eldri en Andri, þannig að já, þetta er svona Já, fullt af góðum pælingum. Og mér langar líka bara að, sko, það er ekki of seint fyrir Ríkissjónvarpið að byrja með uppgjörstætt á kvöldin. Ég held þetta sé þannig að meðan við erum með svona gott lið, þá eigum við að gera þetta upp á kvöldin. Bara og af því að við heyra á fólki að fólk hefur líka áhuga á hvað Danir að gera, Þjóðverjar að gera, Frakkar að gera og annars líka. Sérstaklega hinn milliriðlinn er svona. Þetta er bara ég held þessi algjörlega algjör markaður fyrir þessu. Þetta var einu sinni. Já, þegar Stöð 2 með þetta 2011. Þetta hefur verið á RÚV líka sko, einhvern tímann. Ég man eftir að horta á þetta þarf ekki alltaf að vera þýrgæðir í jakkafutum. með að bara vera aksjónu og leikjunum og svona tekið út einhver bara Gunni Birgis og einhver með hann sko, bara tveir. Fá reyðan fyrir landslýstjálfaraðna sem mætir bara Gunni Birgis og Gummi Gumm. Þetta er selt sko. Sendum við þetta upp í efstileiti. Það eru annars standa sér frábælega en þetta væri gott. Þetta er flott. Heyrðu, er þetta ekki bara að fara um Ísland og við komum þessi í alvöru dæmi? Hvað segirðu? Bilder? Já, hendum í bilder. Byrjum á sjálfsög X2. Það er X2, já. Ég er aðalið því að ég er aðalega að skemma fyrir í dag. X eða 2, það skiptir mikið öllu máli. Skota á mark. Hvernig verður liðið hjá? Skota á mark, Bruno Fernandes nálægt markinu. Já, ég er til að setja á Bukayo Saka, skota á mark. Saka og Bruno. Já, skota á mark. Já, heldur hann, já, hann er alltaf núna eitthvað, hann er ekki gefa á Jókaris. Er hann nær markinu? Ég veist hann oft vera svo mikið út í vittinni. Hann er frá skjóta þetta. Ég veit ekki hvað íþróttir að tala um. Náttúrulega frá fótbolta. Þetta er football, football. Þá ætlum ég að fá bara Bruno Fernandes skot. Fórum við spjald eða? Nei. Sko, spjald væri Luke Shaw. Það væri Luke Shaw. Luke Shaw er alveg 100% á sig kvöld í dag. Þannig að er ekki bara það, er ekki komin í helviti góðan stuð. Við erum komin í 6.75 sko. Það er Luke litli Shaw sem er að fara að fá pæli, hann er búin að spila allir leikina. 15. Það er í gangi. Hann vantar, hann vil greinlega nýjan samning. Skrifar undir og Það meiðist. mætti alltaf að vera stórmóti í sumar. Já, stórmóti eða kontratýr þá mætir okkar maður, þá mætir henni vinnuna sko. Erum ekki bara Hvernig ætla menn að haga þessu? Ætla menn að, náttúrulega ég veit að Dóri horfir bara á handboltan, en þú veist, hvernig ætla menn að díla þetta? Er þetta tveir skjáir í gangi? Sko, ég er að fara í ammali, þar sem að leikur að vera síndur. Mætir þú í ammalið? Segir ekki bara að þú sett í vinnunni? Er þetta eigið barn eða? Svo verð ég bara með iPadin í ammalinu. Já, og sogar að þér menn. Það verður bara bæði. Það leysi ég þetta. Það er þannig virðing búin fyrir mér að það er bara, hjörvar ekki, nei, það er leikur. Já, ok, það er aldrei neitt mál. En þú ert líka læknir. Reyndar. PhD. Helviti gott, ég Maður er var ekki bara kominn á að þann kenna stað. sem að iPadin var one hell of a tool sko. Bara gott að vera að rétta þér iPad og þá ert þú bara góður. Já, það var bara í toppmálum sko. Það er bara fyrir börn og öllum aldrei. Bara þannig. Þetta ekki mínir, erum við ekki átnir helviti góðið bara? Jú. Bara koma okkur fyrir. Já, setja okkur í stellingar. Setja okkur í stellingar. Áfram Ísland. Herru, já, ég er að fara út á þriðjudaginn, þannig við verðum með þátturinn verður bara öllu líkindum svona í styttri kantinum. Já. Bara í upptöku. Ég er að fara út á miðvikudaginn. Held ég alveg örugglega, ég held að sé þannig. Það er vonandi að verði þá eitthvað
til undir. einhvers að vinna. Ég er sko að fara á kvikmyndahátíð en ég fatt að ég keyri gegnum Malmö og ég er búinn að tala um mína menn í HSI, það er búið að græða þetta. Erum við að fara að hittast á? Já, Ertu að fara að hittast á Tökum Hard Rock. Syngur dralla Hard Rock fyrir leik. Dóri DNA maður. Ég var að hlusta á viðtal við þetta. Þú trúlofaði í Moskvu. Þetta er að harðasta sem ég hef heyrt. Já, þetta er borg ástarana fyrir mér. Rosalegt. Það var trúlofað sig í Moskvu. Moskvu? Já, Moskvu. Var það í fyrsta hverjunu og öðru, er þetta ekki svolítið skipulagt eins og París? Sko, hefur þú komið hana? Var þetta bara hjá Nei, Kreml? Þetta er Kremlveik borg sko. Kreml. Þú veist, og þú veist, hún gefur New York, London, París og Róm ekkit eftir og ég gerði þetta bara á Rauðatorginu sko. Bara á Rauðatorginu? Já. Dyraverðir í Moskvu eru með skambissur stundum. Sko, Sankt Pétursborg er svona talin rómatískari borgin af þessum tveimur. Já, ég ætla að skilja þar. Já, þú veist að Avas hérna, hann, hvað heit það, Gerska ævintýri? Gerska ævintýri. Já, ég er hallundir rússana, ég á mér sögu þar sko. Heldur betur. Herru, takk fyrir okkur. Já, takk. Áfram Ísland.